Ja, góðan daginn og velkomin og verðið ykkur góðu þeir sem reyna að. Eins og komum við inn á heiti ég Gísli og ég er stofnandi Appwise og framkvæmdastjóri þar. Við höfum sinnt þessari tækni núna síðustu árin og erum gríðarlega spenntir fyrir notagildi hennar og möguleikurum sem hún hefur í för með sér. Það svo sem ennþá ekki alveg ljóst hverju hún mun breyta, en menn eru að reyna að teikna þetta upp á mismunandi geira og yfirleitt talað þessa tækni í sambandi við svona hefðbundnari fjármálastarfsemi og fjármálafyrirtæki. En það sem mig langaði til þess að gera hérna aðeins með ykkur í dag að fara yfir þetta hvernig þetta gæti í rauninni haft áhrif á venjuleg fyrirtæki. Og ég hef svo sem talað á svona í svona fyrirlesturum áður, þar sem við erum að einbeita okkur á mismunandi hlutum, allt frá forritanleika Bitcoin á mjög svona miklu nördaleveli, en nú langar mér til þess að reyna að hafa þetta meira svona high level og skoða þetta í þessu samhengi. En áður en við byrjum á því að tala blockchain, þá verðum við að nefna Bitcoin í þessu samhengi. En Bitcoin fyrsta rafmynt heimsins sem algjörlega og eingöngu til á stafrænu formi. Undirliggjandi greiðslukerfi Bitcoin byggir svo á hinni byltingarkenndu blockchain-tækni, þar sem þúsundir þáttakenda sjá færsluhirðingu í kerfinu. Bitcoin hefur verið kallað peningar internetsins og á sama hátt má í rauninni kalla þá blockchain-tæknina seðlabanka internetsins, vegna þess að allar reglur og þær eiginleikar sem lúta að myndinni í rauninni, hvort sem það peningamagn í umferð, peningaprentunin eða hvernig fjármunir flytjast frá A til B, allar þessa eiginleika má finna í blockchain kóðanum. En í sínu einföldustu mynd blockchain dreifð og tímaröðuð færsluskrá, ekki ólíkt bókhaldskerfi þar sem að færslur summaðar upp til þess að mynda stöður á bókhaldslyklum. Færsluskráin þessi aðgengileg öllum og það mikilvægt og hún geymd í heild sinni, þar að segja allar færslur frá upphafi til dagsins í dag notaðar til þess að mynda þessar stöður. Allir þáttakendur geyma eintak af færsluskránni á harðardiskunum hjá sér til þess að geta verið sammála hvort að viðkomandi hafi næga inneign og svo framvegis. Það hvorki hægt að breyta færslum né eyða færslum, heldur eingöngu hægt að bæta við færslum í þennan gagnagrunn. En byltingin felst svo í því að það þessir þúsundir dreifðu aðila sem að sjá að tryggja hag kerfisins og það hinir svokölluðu miners og þeir tryggja að reglum sé fylgt, en hingað til hefur sá hluti kerfisins ekki verið hægt að útfæra með þessum hætti, þar að segja á milli aðila sem að þekkjast ekki og treysta hvorum öðrum ekki, og þess vegna hafi hingað til traustir og stórir aðilar á borð við banka þurft að sinna þessu hlutverki. Það að segja að tryggja það að einhver breyti ekki færslu í grunninum, til dæmis til þess að auka innistæði á reikningum sínum, eða til þess að eyða hreinlega færslu eftir að vara hefur verið afhent. Þannig að hingað til hafa bankar og fjármálastofnanir verið í þessu hlutverki. En í Bitcoin dreifist ábyrgðin á minerana og það rauninni þeir sem að framfylgja reglum kerfisins. Í Bitcoin blockchain, og ég ætla að koma aðeins inn á það eftir, að það til margar mismunandi tegundir á blockchain, reglurnar frekar einfaldar, en reglurnar til dæmis þær að debit og kredit stemmi, að það sé næg innistæða á úttektarreikningi og að sá sem að millifæra hafi til þess heimild. En vegna þess hver reiknifrek og dýr sú vinna að tryggja öryggi kerfisins, þá fá þessir miners leyfi til þess að prenta Bitcoin sem þeir millifæra svo á sína reikninga að launum. En
launin eru fasti á tímaeiningu, þar að segja í dag það 25 bitcoins á 10 mínútna fresti sem að fer til 1 miners í senn, að eftir því sem fleiri bætast á vagnin og eins og ég sagði áðan að það hverjum sem er í rauninni heimilt að verða miner. Þannig að eftir því sem bætist í hópinn að þá aðlagar kerfið sig með þeim hætti að það verður erfiðara að bæta færslum við gagnagrunnin. Þegar þetta byrjaði og meira þess að þegar ég byrjaði að pæla í Bitcoin og blockchain tekninni, þá var hægt að gerast miner, færsluhirðir fyrir þetta greiðslukerfi með einfaldri borðtölvu og jafnvel með snjallsímum. En í dag er reiknigeta kerfisins orðin það mikil að það eingöngu á færi stórra aðila sem að keyra svona reiknistæður í gagnaverum allan heim sem að geta tekið þátt í þessu. Það kannski má nefna fyrst að við erum hérna á fundi hjá Advania að það bil 10% af reiknigetu Bitcoin blockchain í heiminum á sér stað á Íslandi, meðal annars í gagnaverum Advania á Reykjanesi. En það eru eingöngu minerarnir sem að bæta við færslum við grunninn. Þannig að ef ég hef áhuga á því að fá færslu í grunninn, þá bý ég til slíka færslu sem segir kreditminn-reikningur, debitreikningur einhvers annars, vegna þess að ég hef áhuga að greiða honum fyrir vöru eða þjónustu. Sendi þessa færslu út í kosmósinn og það eru síðan minerarnir sem sjá að bæta færslunum við gagnagrunnin. Hversu erum við að standa í öllu þessu veseni? Við erum að standa í þessu veseni til þess að tryggja það að allir þáttakendur kerfisins sjáu sömu útgáfuna af gagnagrunninum. Þannig að það er einn miner á 10 mínútna fresti sem að fær að bæta færslum við gagnagrunnin og fær Bitcoin að launum fyrir það. Til þess að einfalda þetta enn frekar getum við hugsað Bitcoin blockchain sem dreifðan gagnagrunn þar sem að uppfylla þarf ákveðnar reglur til þess að breyta innihaldið hans. Það er þessar reglur og ásamt vinnu minerana sem tryggja það að allir sjáu sömu útgáfuna af kerfinu. Í kjölfar Bitcoin varð síðan, það kveikti nýjar hugmyndir það hvernig mætti dreifa upplýsingum á internetinu. Og í framhaldinu spruttu upp hundruður ef ekki þúsundir mismunandi blockchains, mismunandi gagnagrunna, mismunandi dreifðra gagnagrunna sem að allir hafa sína eiginleika, mismunandi eiginleika og hér hef ég í rauninni sett upp töflu til þess að reyna að flokka þessar mismunandi útfærslur í 3 fjölskyldur. Og hér hef ég flokkað með þessum hætti Bitcoin og tengd afbrigði og hér inn í þennan flokk falla flestar þær blockchain keðjur sem að við þekkjum væntanlega. Meðal annars má nefna Aurora Coin sem að Íslendingar ættu að þekkja og Smiley Coin sem að Gunnar ætlar að tala á eftir. En einkenni á þessari keðju, þessum gagnagrunni, er að kerfið er opið og hverjum sem er heimilt að taka þátt, hlaða niður hugbúnaðinum, hlaða niður allri færslusögunni og byrja að taka á móti nýjum færslum og varpa sínum eigin út til þess að fá þær samþykktar í grunninn. Grunneiningin í þessari fjölskyldu eru þessar færslur sem ræðir. Önnur fjölskylda er Ripple. Er einhverjir hérna sem hafa heyrt Ripple? Einhverjir? Fáir? Ripple kom fram á sjónarsviðið skömmu eftir Bitcoin og það hóf göngu sína sem opið kerfi líkt og Bitcoin, þar sem grunneiningin voru færslur, en munurinn var á þessu og Bitcoin fjölskyldunni var í hverju með hvaða hætti aðilar komu sér saman innihald gagnagrunnsins. Ripple hefur hins vegar verið að þróast yfir í það að þjónusta bankastofnanir í auknum mæli
og hafa því verið að flytjast í rauninni úr því að vera opið kerfi yfir í lokað, þar sem að þú þarft að uppfylla það skilyrði að vera bankastofnun til þess að fá að vera færsluhirðir í þessu kerfi. Þannig að þetta er dæmi það hvað þessi heimur á mikilli hreyfingu og fyrirtækin sem að vinna á þessum markaði að breytast mikið. Þriðja fjölskyldan er Ethereum, en það líkt og Bitcoin er opið kerfi, en ólíkt Bitcoin er grunneiningin svokallaðir snjallsamningar. Og við getum hugsað þessa snjallsamninga sem einföld forrit sem hægt að tryggja að keyrist samtímis á öllum tölvum á sama tíma. Þannig að ef að Bitcoin reið á vaðið og útbjó gagnagrunn þar sem hægt var að búið til færslur og allir sá sömu útgáfuna, að þá er Ethereum í rauninni kannski næsta stig þar sem að mænarnir tryggja ekki bara gildi færslana og þessu í lagi, heldur keyra þessi forrit og uppfara sína stöðu. Þannig að þetta er eiginlega eins og risastór heimstölva og þeir kalla þetta reynar World Computer. En það sem er í rauninni áhugavert fyrir þennan fyrirlestur er að það má útfæra ferla í þessum litlu snjallsamningum. Það má reynar líka með ákveðnum hætti gera það í Bitcoin líka. Já, þessu er á hvolfi síns mér? Nei. En þá langar mér aðeins til að snúa fyrirlestrinum að fyrirtækjarekstri og hvernig þessi tækni gæti haft áhrif á hann. Ferlar eru grunneiningar fyrirtækja. Það getur verið misauðvelt eða miserfitt að ferlagreina fyrirtæki, en langflest fyrirtæki fylgja mjög einföldum ferlum. Ef við tökum bara dæmi innflutningsfyrirtæki, að þá sjáum við að það er eitthvað birgðahald, þar sem að það þarf að tryggja eitthvað ákveðið lágmark og ef birgðir fara niður fyrir eitthvað ákveðið lágmark, þá þarf að hafa samband við birgja, það þarf að vinna með tollinum til þess að fá alltaf leyst út úr tollinum, það þarf að inna af hendi greiðslur og svo framvegis. Sömu megin, sölu megin, þá er auðvelt að teikna upp söluferlið, allt frá því að viðkomandi kúnni leggur inn pöntun þar til að varan hefur verið greidd og varan afhent. Tölvuvæðing fyrirtækja sem að miðað hefur að því að ná utanum þessa ferla fyrirtækjana má gróflega skipta í tvo fasa. Annars vegar gagnagrunnsvæðinguna og hins vegar netvæðinguna. Gagnagrunnsvæðingin, hún hófst á seinni hluta síðustu aldar þar sem ferlar og gögn fyrirtækja og stofnana voru rafvædd. Hagræðingin var auðvitað mikil og nú var hægt að geyma mun meira af gögnum heldur en áður þekktist og hægt að svara spurningum hraðar og með meiri nákvæmni heldur en menn þekktu. Og þeir sem sitja hér í dag, þeir þekkja það náttúrulega að það er nánast óhugsandi að reka jafnvel einföldustu fyrirtæki án tölvukerfa og gagnagrunna sem í rauninni geyma, er þetta 500 eftir? Já, ok. Smám saman rann það upp fyrir fólki að það var hægt að samtengja tölvur og á nokkrum áratugum voru allar tölvur heimsins samtengdar í það sem við þekkjum sem internetið í dag. Þetta breytti auðvitað gríðarlega miklu máli fyrir aðgengi að þessum gagnagrunnum, en með þessum hætti var búið að dreifa gagnagrunnunum á mismunandi tölvur í mismunandi löndum og tengja þær saman í veraldarvef með tenglum. Internetið breytti líka því að samskipta munstur fyrirtækja að það breyttist og varð rafvætt með tölvupósti og skilaboðum og hljóð og mynd. Og nú kem ég að kjarna málsins.
En hingað til hefur okkur ekki tekist að samþætta mismunandi gagnagrunna og kerfi yfir þessar nettengingar þannig að eitt kerfi eigi auðvelt með að tala við annað. Slíkar brýr eru til en þær eru kostnaðarsamar og dýrar og það er erfitt að bæta við nýjum þáttakendum í kerfið. Þannig að þessi rafrænu ferlar sem við höfum náð utan um, þeir eru einskorðast við aðgerðir innan fyrirtækja. Og ef við kljúfum blockchain-tæknina til mergjar, þá sjáum við að hún í sinni einföldustu mynd, gagnagrunnur, þar sem þáttakendum er heimilt að hafa áhrif á innihald hans innan ákveðna marka og skila sér til annarra þáttakenda á örfáum mínútum þannig að aðilar getur verið sammála stöðu kerfisins. Með öðrum orðum hefur nú tekist að klára að brúa gagnagrunnsvæðinguna og netvæðinguna þannig að ferlar og minni fyrirtækja sem nú þegar hafa verið komið á stafrænt form geta nú fara að eiga í samskiptum sín á milli, flutta gögn á milli fyrirtækja og innt greiðslur á hendi milli fyrirtækja. Þessi breyting hefur ófyrirséðar afleiðingar og fyrirséðar. En að því ég er að falla á tíma að þá langar mig samt aðeins til þess að taka eitt dæmi til þess að setja þetta í samhengi við eitthvað sem við þekkjum. Við getum ímyndað okkur bílaleigu þar sem að farþegi bókar bíl áður en hann kemur til landsins. Hann greiðir fyrir bíla- og leigutíman með Bitcoin eða annarri rafmynt á blockchain. Samhliða þessu hefur blockchain samband við tryggingafélagið sem að útbýr snjallsamning algjörlega án aðkomu nokkurrar mannesku, heldur gerist þetta allt í rauninni þar sem tölvurnar tala sín á milli. Viðkomandi farþegi kemur til landsins, hann kemur upp að bílnum, það er engin manneski sem tekur á móti honum, hann þurfti að nota auðkenni sitt til þess að heimila millifærsluna. Bíllinn er tengdur inn á sama blockchain, hann sér að auðkenni viðkomandi farþega sem hann er með sér í símanum var notað til þess að greiða fyrir bílinn, opnar þar af leiðandi fyrir farþeganum og leyfir honum að nota. Bíllinn veit líka hver verðskráin sín er, þannig að hann ræsir sig í ákveðið marga daga fyrir farþegan og svo að lokinni notkun þá tekur hann eftir því að farþeginn skilaði bílnum á röngum stað vegna þess að staðsetningartækið sagði honum frá því og tankurinn er ennþá tómur þannig að hann gerir upp þessi viðskipti með því að nota peninginn sem að hann fékk frá aðilanum yfir blockchain, greiðir fyrir bensín sjálfur, gengur á snjallsamningin við tryggingafélagið vegna þess að hann var ekki skilað á réttum stað og svo framvegis. Þannig getum við ímyndað okkur heilan bílaflota sem að stýri sig sjálfur, þar sem að hver bifreið verkar stök og ein og í rauninni veitir ákveðna þjónustu og kaupir ákveðna þjónustu á móti. Þannig getur maður vel séð fyrir sér að á sama hátt og þáttakendur í Bitcoin koma sér saman eignastöðu mismunandi þáttakenda, að þáttakendur í svona heimi koma sér saman að enforsa samþykktum svona bílaleigu eða annarra slíkra fyrirtækja. Og þessi nýju fyrirtæki, þessi eingöngu stafrænu fyrirtæki, þau geta verið og sinnt þjónustu í raunheimum eins og bílaleigan, flutt raforku, sinnt upplýsingamiðlun og verið í almennri samkeppni við hefðbundin fyrirtæki. Það er því nokkuð ljóst í mínum huga að ef að framtíðin lítur einhvern veginn svona út, sem að mörg merki benda til, að þá eru tækifæri fyrir blockchain-tæknina til þess að breyta hefðbundnum fyrirtækjarekstri talsvert mikið. Takk fyrir.